ég hef allavega ekki fundið neinn dæmi þess í Evrópu, dómstólum ríka Evrópusambandsins að fjármunir félags sem ekki í neinum viðskiptum við Rússland séu frystir og ekki að gera neina reikninga eða ekki neinu samningssambandi við Rússland séu frystir þess að koma í veg fyrir að það endi hjá aðila sem á engan rétt á að fá þá. Nei. Þá taldi íslenski utanríkisráðherra að hann auðvitað að gera eitthvað á Íslandi þó svo að skipti engu máli að öðru leyti en því að eyðilagði eitt fyrirtæki á Íslandi og rúmlega 30 manns mistu vinnuna. Og þetta utanríkisráðherra Íslands alveg sama ef að þetta lítur vel út á pappirum út í Brussel. Hún lætur líta þannig út að hún sé eiginlega ómissandi á öllum fundum þar sem að leiðtogar Evrópusambandsins koma saman og svo Ísland eigi enga aðild að Evrópusambandinu og síðan þetta fjarum þessar slæmu fréttir þegar að Evrópusambandið fer að setja tolla á íslenska framleiðsluvörur og þá áttar að segja á því tíma minnsta kosti að Evrópusambandið ekki jafn gott og hún hélt og þykir ekki jafn væntun Ísland eins og hún hélt. Það aldrei hægt að ná sambandi auglit til auglitis við starfsmenn utanríkisráðuneytisins. Það verður alltaf að fara í gegnum tölvupósta og það afskaplega auðvelt að senda tölvupóst og segja nei, þetta ekki hægt. Það hefur alveg legið fyrir frá upphafi að Vélfag bauð það að engir hluthafar í félaginu fengi greitt neitt út úr félaginu meðan að Norribó væri á þvingunarlista Evrópusambandsins. Fyrirtækið komið í rúst, því verður ekki bjargað úr því sem komið það að segja að það búið að binda endi á alla starfsemi þess og nú þurfa hluthafar bara að koma til leiðar að starfsmenn og íslenskir birgjar og Arion banki fái það greitt sem að þeir eiga að fá greitt og þá stendur bara eftir félag með kennitölu, einhverjar kannski örlitlar eignir og kannski einhverja peninga í sjóði sem að virðist þurfa að nota til þess að gæta hagsmuna gagnvart íslenska stjórnvöldum og hugsanlega hafa upp í skaðabótakröfur á hendur íslenska ríkinu og bönkunum ef að svo ber undir einhvern tímann í náinni framtíð.